Faðir minn var nú prófessor við háskólann og ég man vel þegar hann var beðinn að koma að kenna þar verkfræðinemum. Þetta á stríðsárunum og þá lokaðist landið. Það var ekki hægt að senda stúdenta til Danmerkur að læra verkfræði. Svo það varð að byggja upp verkfræði í Háskóla Íslands og Finnbogi Rútur, faðir minn, var fenginn til þess. Hann var hafnarverkfræðingur og hann var þekktur fyrir góða hafnarsmíð. Vestmannaeyjahöfn, grunnurinn í Vestmannaeyjahöfn er hans og eins á Húsavíkurhöfnin. Hann gerði höfnina þar. Þannig að hann var þekktur hafnarverkfræðingur og eftirsóttur. Og í öllum veðrum þá gekk hann sem sagt, við vorum vestast í Vesturbænum, gekk hann hérna út á Mela til að kenna í háskólanum og byggja upp þessa verkfræðideild. Því það gerði hann. Hann byggði hana algjörlega upp í upphafi deildarinnar. Við bjuggum á Ásvallagötu 79 og það var mjög svona, mjög andlega ríkt heimili. Því að foreldrar mínir voru bæði í kennslu og formennsku í félögum og hvað eina. Og síðan þegar fyrir að byggjast hérna háskólahverfið, þá ákváðu þau að vera meðal þeirra sem væru frumbyggjar hérna. Og það var ekki síst að því við mistum bróður minn. Já, hann var okkur mikill harmdauði, hann Þorvaldur bróðir minn, Þorvaldur Finnbogason, og hann var gríðarlegur stærðfræðingur. Hann var stærðfræðingur svo eftir var tekið í skóla þegar hann varð fyrir þessu hræðilega slysi og við fyrir þessari óhamingju. Þá var hann á leiðinni sem fyrsti stúdentinn í kjarnorkufræðum. Hann var að fara til Manchester í Bretlandi. Og þess vegna ákváðu foreldrar mínir eftir að þau urðu fyrir þessu missi og við öll að þau skyldu stofna minningarsjóð hann. Og það var gert og úr þessu minningarsjóði er einatt úthlutað á afmælisdeginum hans sem er 21. desember. Ég hugsa oft það. Hvernig hefði verið að eiga hann og fjölskyldu hans því að hann var mikill sjálfur. Hún hefði ábyggilega átt ægilega sæta konu og fullt af börnum og ég saknaði þessu auðvitað og saknaði þess mikið að fjölskyldan skyldi ekki fá að njóta þess að eiga hann að. Það er ekki fjárupphæðirnar sem hafa þýðingu heldur er það skjalið. Og ég hef oft sagt við þá stúdenta sem að fá úr þessum sjóði og að það sé skjalið sem að gildir. Þetta er rosa stór hópur sem er lengi stuðning úr þessum áratugum. Fylgist eitthvað með þessum hópi eða einhver úr þessum hópi svona haft samband eða orðið á þín vegi á þessum seinni árum? Já, ég veit alltaf hvað þeir eru. Ef við hittumst þá gefa þeir sig fram. Nú Íslendingar hættir að vera feimnir. Þá koma menn og segja, heyrðu, kannski ekki þakka þér fyrir síðast en ég er einn af þeir sem fekk styrk úr sjónum hans bróður þins. Og þá eru fagnaðarfundir auðvitað, að sjálfsögðu, og mér þykir vænt það.